að þetta var Smári öruggur 4-0 sigur í kvöld? Já, mér fannst það. Mér fannst við byrjaðum að leika krafti og bara byrjuðum virkilega vel og kannski, ég kann að segja, slóðum út af laginu eða hvernig þetta orða það svo sem, en allavega við vissum að þurftum að byrja að leika krafti og enga værikjöð og við gerðum það, en við þurfum að hlaða batterið núna og gefa í fyrir næsta leik. Svo segir, byrja leikina greiðlegu krafti, var það fyrir uppleggið frá í ræðinu fyrir leik að byrja fyrstu 15 á miklu krafti? Já, það var algjörlega máli. Við ætlum að byrja miklu krafti og reyna að ná markið á snemma og halda þeim í þeirri trú að þeir hefðu enga von, að þeir ættu enga trú, skulum orða það. Vorum við miklu yfirbúr í fyrri hálfleik og síðan dregst aðeins, róast aðeins tempóið, en þegar markið breytir þessu þá er þetta bara búið. Já, við vorum bara orðnir sloppy aðeins og einhvern veginn að bíða eftir þriðja markinu og héldum að kæma sjálfu sér og það er aldrei gott að það er þannig, en sem betur kom það á endanum og þetta var fyrir mér aldrei spurning. Alex Freyr kemur ekki til sögu í kvöld, hver er staðan á honum? Er hann meiddur eða? Staðan á honum er bara upp á 10 og við erum bara að reyna að dreifa álagi og það gekk vel í kvöld. Hörkuleikur helgina fram hérna á heimavelli ef ég man rétt, það er spennandi verkefni að mæta toppliðinu hérna í Breiðholtinu. Já, það er reyndar ekki fyrir leiknum eftir næsta leik, það er Fjölnir næst, en já, bara virkilega spennandi að mæta Fjölnismönnum og við erum bara gíraðir í það. Takk.